Við göngum til, hvað þetta? Göngum til þriðja liðar á dagskrá sem kosning í borgarráð. Þar lagt til að Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir taki sæti Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttir í borgarráði. Jafnframt er lagt til að Greta Björg Egilsdóttir verði varamaður í ráðinu í stað Guðfinnu. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með 14 atkvæðum. Þá er lagt til að Sóley Tómasdóttir taki sæti Lífa Magnúðardóttur í mannréttindaráði og verði jafnframt formaður ráðsins. Einnig er lagt til að Stefán Björnsson taki sæti Jónu Bjargar Sætran í ráðinu. Þau sem samþykkja það gefi merki. Já. Lagt er til að Sóley Tómasdóttir taki sæti Lífar Magnúðardóttur í mannréttindaráði og verði jafnframt formaður ráðsins. Þau sem samþykkja það gefi merki. Má ég biðja fólk að greiða atkvæði. Það er samþykkt með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atkvæðum. Já, borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mér langaði örstutt að fá að koma hingað upp. Enn og aftur erum við í þeirri stöðu að það ríkir kannski ekki einhvers konar einhugur þegar flokkarnir eru innanborðs að skipa sína fulltrúa í ráð og nefndir. Hefðin hefur verið að aðrir borgarfulltrúar að sjálfsögðu bera enga ábyrgð á því vali, heldur sá flokkur sem að kýsa haga sínum málum eins og þeir kjósa. Ég tel að það eigi ekki að gera neina breytingu þar á. Síðast þegar við tókumst á þetta mál þá viðraði ég þá skoðun mína að kannski við myndum sletta að skipið hafi siglt að þessu leyti eins og við sjáum hér í dag, þar sem það núna er það einhvern veginn ekki svona óskrifuð hefð að við bara styðjum við þær ákvarðanir sem flokkarnir gera sín á milli. Þetta er orðið einhvern veginn pólitískara, þetta er orðið eitthvað sem hver og einn tekur meira til sín heldur en ég tel æskilegt. Ég held að þetta sé akkúrat mál sem hver flokkur ber pólitíska ábyrgð á. Ég viðraði það síðast að við ættum mögulega að breyta þessum reglum, að flokkarnir hreinlega skipi, hvort sem það er í borgarráði eða hvernig svo sem það er gert, bara sína fulltrúa án þess að aðrir borgarfulltrúar séu settir í stöðu að hafa á því skoðun. Mér langaði að bara kannski brýna það sem ég tel að sé með öllu leyti óuppilegt að við séum núna í þessari stöðu að vera að taka ábyrgð á annarra flokks málum. Ég vildi nefnilega því sögðu fá að segja að ég hef verið fulltrúi í þessu ágæta mannréttindaráði og vildi bara segja að þó ég styðji þessa útskiptingu sem ég veit svo sem ekkert af hverju en kemur svo sem ekki við, þá hefur Líf Magnúðardóttir með miklum ágætum stýrt því ráði og held að það sé ekki hægt að gera neinar athugasemdir við hennar störf og vildi að það var á hreinu og með þessu atkvæði mínu þá er ég fyrst og fremst að fylgja hefð sem ég tel að sé æskilegri því að þarna á pólitíkin ekki heima og ef við stöndum ekki undir því tel ég að við ættum að breyta því sem fyrst að við séum ekki oft í þessari stöðu. Hildur Sverrisdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að gera grein fyrir atkvæði sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek undir það með borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur að við eigum að sjálfsögja að skipta okkur því borgarfulltrúa hvernig aðrir flokkar skipa í sínar stöður og afstaða mín í þessu máli að sitja hjá, hún helgast til því að inn í þessari tillögu er verið að skipa formann ráðsins. Það er út af formennskunni í ráðinu sem ég sitt hjá en ekki það ég sé að reyna að hafa áhrif á hvernig Vinstri grænir ráða sínum málum. Ef þetta hefði verið, ef upphaflegri tillögu hefði verið skipt í þrennt, þá hefði þetta kannski farið öðruvísi. Það hefði líka verið alveg hægt. Það var ekki óskað eftir því. Við göngum þá til atkvæða það hvort að Stefán Pálsson eigi að taka sæti Jónu Bjargar Sætran í ráðinu. Þau sem samþykkja það. Nei, Stefán Björnsson eigi að taka sæti í stað Jónu Bjargar Sætran. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með 14 greiddum atkvæðum. Þá göngum við til 5. liðar á